Framganga eitt af þessum finnst mér skemmtilegu hugtökum í þessu vegna þess að það skref númer 5 og framgangan opinberar heimildina. Þegar við göngum fram þá notum við fótleggina. Hver andstæða framgöngu? Það ekki að halda aftur af sér? Þekkjum við eitthvað sem er með bakverki, hvort sem er í herðum eða neðra baki eða hvar. Af hverju erum við með bakverki? Af því við höldum aftur á okkur. We're holding back. Og það er alltaf samsvarandi spenna í fótleggjónum sem eru undirstaðan og sem við notum til að ganga fram eins og í bakinu. Og þegar við erum að vinna með bakveiki þá vinnum við í gegnum fótleggjum og léttum á fótleggjónum og undirstöðunni sem er þá byggð á fyrirgefingunni til þess að geta fengið rými í kviðinn sem er meltingarvegurinn og opna bakið. Af því að orka og bakverkir eru alltaf samnefnarar. Þegar maður er orkulaus þá er maður hræddur og þar af leiðandi í viðnámi gagnvart framgöngunni og opinberun. Og þetta að leysa þessu orku úr læðingi og byrja að nýta hann á annan hátt, framgangan hún opinberar tjáninguna. Framganga er í raun og veru tjáning, blómið opnar sig og segir samtíðinni hvað það er sem við sannarlega viljum. Og skilaboðin er alltaf skýr, þó við séum í einhverjum efa eða vafa það hvað við ætlum að gera hver við erum, þá sér umhverfið það og heyrir skýrt ekki bara með eyrum og sér með augum, heldur eru hjörtu annara að hlusta á okkar hjörtu. Og ef það er samhljómur, þá byrjum við að laða að okkur þann samhljóð sem að hentar okkar sögu, okkar tilvist, okkar áætlun. Framgangan, hún opinberar okkur í svo mörgu. Hún opinberar okkur í klæðaburði, hún opinberar okkur í líkamsstöðu og til og með sem við tölum líkamsstöðu að þá er líkamsstaða eining en líkamsafstaða er viðhorf. Og öll spenna sem er í líkamanum er afstaða og viðhorf. Maður sem er í einingu er spennlaus. Og þegar við erum að halda aftur á okkur, sem segjum til þess að í líkamann sem er 604 vöðvar, ef það er vöðvabólga eða spenna eða óþægindi einhvers staðar, meðvitað eða ómeðvitað eða í viljandi eða óviljandi, þá hefur þín tilvist gefið skipun samdrátt. Annars væri ekki spenna. Og samdrátturinn er alltaf viðnám og orðið viðnám þýðir að vera viðnám, sem þýðir það að maður er ekki tilbúinn að útskrifast. Þegar maður er komin í fulla opinberun eða framgang, þá er maður búinn að opinbera hjarta sitt og skilur það að rými, slagrými hjartans er í raun og veru heimildin sem við gefum opinberun eða framgöngunni og skiljum á sama tíma að eini sjúkdómurinn sem er til er aðþrengt hjarta. Því að þegar maður þrengir að hjarta sínu þá minnkar slagrýmið og þá minnkar orkan og þá minnkar ljósið. Þannig að framgangan, hvort sem það er í mæltu máli eða í beinum gjörðum, er í raun og veru opinberun þeirra heimilda sem við höfum á hverjum tíma.